Vinstri kantur Steinþór, hægri kantur Nökkvi og upp á topp Ásgeir Sigurgeirsson. Fjarverandi í dag, Elvar Árni komið stíga tilbaka á meiðslum, byrjar að æfa að krafti og Hallgrímur Mar Hollandi, væntanlega á næstum Rodri á Spáni. Það eru K sem byrja, Aron Eli, hótturmarkinu fær hann, Sævar kemur upp um boltan, Langan Þóri Margeir í vjöl, Gert Þorra, rekna þetta verði kannski saga leiksins. K haldi mikið í boltan og KF sittir tilbaka. Ásgeir hérna galopinn, finnur Svein, frábær hreyfing. Góð skipting yfir Hrannar sem er komin inn í nálgast stegin og fær hann aukaspyrnu. Fínt hjá Rannari, komst þarna fram fyrir Hákon og vinnur aukaspyrnuna. Já, frábær hreyfingar hjá Geira og Svein Margeir sem var til þess að þeir fengu þennan fría bolta til að senda hann út til hægri. Og Svein Margeir stillir í boltanum. Smá hæðamunur hérna í tegnum finnst mér. Gulum í vil. Brynjar Ingi með skall í stöngina, svakalega var þetta eitthvað einfalt. Hann bara tók sér stöðu og beið eftir að boltinn myndi lenda á hausnum. Og bara óheppni að boltinn var ekki inn, sjáum hérna aftur. Frábær aukaspyrna, Brynjar bara ná sér í stöðu, póstar hann upp og skallar hann í stöngina. Ívar út á Þorra. Brynjar Ingi með núna með hann. K-liðið með svona 3 tilbaka og restina bara hátt uppi. K búið inn á boltan. Angatýr Máni, kemur hann á Marinn á Snæ. Sindri með frábær sendingu á Angatýr. Því gerir þetta vel, spila með Sindra hann að Sindri byrja sterkt. En Brynjar Ingi nauðsterkur, skýlur þessu út af. Boltinn kominn aftur í gang. Mikið með hann. Svakalega sterkt hjá Svein Margeir hérna á Geirsloppinn. Þetta var kannski smá högg en erðu Marino. Því var heppinn hérna, misreiknaði eitthvað. Það var rétt nær að komast í boltan. Það leit ekki vel út samt eins og það hefði verið eitthvað yfirfetta hérna hjá Marino. Hann hleypur þetta af sér, gerir þetta vel. Steinþór nær honum. Steinþór, kjarnafæðiskóngurinn. Takka hann titil af Elvar Árna. Sjáum Skor! Resma Case. Frábær fyrirgjöf hjá Nökkva hérna á kjarnafæðiskóngurinn. Smellur á hálfbólínu og fjær. Þú kallaðir þetta? Já. Maður hefur séð þetta alltaf áður. En þið fá að sjá þetta hérna aftur. Kemst upp að endamörku hann Nökkvi bak við vörnina með hennan fína bolta fyrir og Steinþór svo gammur í tegnum. Þessi maður elskar bogan.
Ágúst Tæknir var að byrja að zooma inn á markið. Það er ekki fullseitt núna. Það var að hafa það. Og KF-menn settist undir pressu og þeir eru strax búin að tapa boltanum. Og Sævar kemst inn í boltan rétt að undangera. Það er fyrsta hornspyrna leiksins. Tekið stutt, Geiri aftur á Sveinn Margeir. Undan fyrir, skallaði burtu. Sindri með þetta lengra. Hrannar á þetta niður, var rétt. Hann á skipulagi á liðið. Geiri komið hérna, droppa niður. Droppa hann átt niður til að sækja hann. Finnur andra hannar. Nökkvaðan Adam og Adam með hannar gegn. Fullur að finna plássinn á milli. Hákon á ríla að setja vel. Einu sinni finna þér svæðið milli sóknarvarna hjá, nei, varnanum miðju hjá KF og KF fær hérna aukaspyrnu, brotið á Angantí. Tekið fljótt. Sævar með skiptinguna yfir á Týra. Týri nær honum, þeir eru hérna 2 og 1. Hrannar gerir mjög vel. Týri heldur boltanum. Kemur út á Hákon, Hákon með fyrirgefið sinn ein mann. Og Týri hérna með hann við hottónan. Vissir hann, Andri og Hrannar gera vel. Hrannar með sendingu sem lág ekkert á. Kom Sindri og Ljúba finnur Steina. Gáum með konum með hann, Hrannar finnur Binna, Binnundur pressu, 2 á honum, verður að losa hann beint á Ljúba. Ljúba fer hérna fram hjá Geira. Duglegur Ljúba hana. Já. KF konum með hann aftur, þetta er miklu betra hjá KF núna. Fyrirgjöf, flott fyrirgjöf, en skallaði burtu að Ívari. Það var ekki mikið valkosti hérna í teg. Sveinn Margeir fær hann yfir á Adam. Adam er ekki ekki frábær bolti, Nökkvi sloppinn. Kemur í teg, Nökkvi búinn að leggja upp 1. Geiri skot og yfir. Vel spila, frábærlega bolti hjá Adam Erni þarna. Finnur Nökkva sem hjá fleiri ferð, leggur hann út. Gerir með touch og svo ekki nóg gott skot að gera. Truflaði markmanninn ekki neitt. KF börlaði vandræðum með að spila svo út um markspilunum. Það endar allt í fótunum á KF. Skiptingunum var Þorra hérna, Arne Eli gerir vel.
Neli var að ganga upp öðruflokki að Káa. Sveinn Margeir dansar með hann, finnur Þorra úti vinstra megin. Steinþór. Andri Fannar skilur hann tilbaka og Ívar. Steinþór, Andri með hann yfir hægra megin á Hrannar. Það virðist vera uppskritin. Dóri markmaður vill að boltinn sé farinn. Ætli sástu hvað hann var að biðja um? Aftur fyrir eða upp í lofti? Ég held að það hefði verið bara aftur fyrir. Ja. Og hann fekk allavega ósk sína uppfyllta. Já. Káa konum með aftur. Ívar finnur Adam. Binni og Ívar. Binni og það er enn sinni upp í hægra hornið, en þarna er Hákon mættur og skallar til burtu, Hákon Leó. Búið að fara allt of mikið yfir hann. Hingað til. Ég bara finnir ánga til. Vennilega annar þriðing, ánga til nærunum ekki aftur. Þannig finnur Binna og Binni finnur Adam. Það gengur hérna, Binni finnur Ívar sem er fyrirliði Káa í dag. Og Binni fær hann. Það var gaman þegar Ágúst skellir upp á tölfræðinni hvað margar sendingar er búin að fara milli Binna og Ívars í leiknum. Ég er vel spenntur í því, Þorri kominn hérna inn í teig. Flækist eitthvað boltinn fyrir honum. Káfnar losa við þetta út. Marino, hann hefur ekki mikla hjálp hérna. En það fór eins og fór. Binni á honum, á Sveinn Margeir. Sveinn á Steinþór, Andri. Andri skiptur honum yfir á Hrannar. Og rangstaða dæmd. Ég kom inn á áðan hérna, þeir sem eru fjárvendið hjá okkur, Elvar Árni. Grímsi á leiðin til landsins, kemur örugglega held ég helgina. Frá í Hollandi í vetur. Og nýju leikmann Sebastian og Rodri ókomnir frá sínum löndum. Það sé upptalið. En óupptak hvað Almar Ormarsson gerir fyrir Káa, en þarna er hörkusókn. Andri með flottan bolta fyrir. Sveinn Margeir með hálfgerðan flugskalla. Flugskalla kalla. Rétt yfir markið. Þarna kemur aðeins mér í ró á KF þegar þeir reyna að spila út. Og það er alltaf sami endirinn að hafa þessari sögu hjá þeim í markspyrnunum. Það eru miðjurnar okkar sem vinna boltan oftast. Þorri með pláss hérna út í vinstra megin. Hérna tilbaka. Ívar að Binna. Binni með hann hérna langan. Ljúpa missir hann frá sér en Hákon gerir vel. Hákon Orri. Úlingalagsmaður frá okkur Káa. Og kemur langar en það finnur í Ángi til. Þetta er góður bolti, Ángi á
Marino hérna 1-1 á móti Finnur Steina. Steinli og nei, Binni mættur. Lítur fyrir út að Binni sé bara út allt á vellinum. Og bolti hérna á Hrannari á Geira. Geiri nær að taka niður inn í teig. Meðan á vinstri farin yfir á hægri. Plassar hann bara í fjærhóttni niðri. Svakalega einfalt. En árangursríkt. Bara eitt langur bolti yfir. Geiri hérna nær þarna boltana niður. Tekkar honum og svo smellur honum í fjær. Það er skipting strax hjá Fjallabyggð. Marino Snær Birgisson virðist að hafa í þessu átökum með Ívar eitthvað skemmt eitthvað, það labbar hérna niður út úr velli. Ekki gott og já, eins og Ágúst sendir hérna á skjánuna, þá er það Ólíver Jóhannsson sem kemur inn á. Það er í kantinn. Steini fer þá upp á topp. Nei, Steini býtt að taka innkast. Þórir ekki með reglunar hennu. En það er Byggir auð með. Bolti skilur tilbaka á Jaja með sem skilst að ég bara að spila hálfleik í dag en því hversu mikið hann græðir á því. Nei. Hann er búinn að held ég hreyfa sig svipað mikið við Arnar Grettsson hana. Já, ég held að allir sé búinn að hreyfa sig meira. Þetta leit ekki vel út. Virtist vera mikil óheppni hérna ferð en alltaf smá stressaður þegar einhver fer í Geira. Óskar Jóþór Bóðangarssoni sérstaklega. Nei, sést illa hérna. Ágúst ekki ánægður með myndaukumanninn. Ég ætla að stenda hérna á milli og það er sífeldi straumar. Listar á milli. Gamla hotnið. Ég þori ekki að horfa á hann. Frá gamla hotnamanninum. Ágúst með stöðuna í valsheimilinu. Það hefði ekki alveg verið úrslit þjónastöðin hjá okkur. 19-18 val í vil. 12 mínútur eftir. Toppslagur í Órigóhöllinni. En í þeim tölu þá erum við slotnir hérna upp. Nökkvi einu sinni Finnur Geira. Geiri setur núna vinstri pottanum á Kjarnafæðiskóngurinn og Kjarnafæðiskóngurinn Steinþór Freyr Þorsteinsson. Fáir sem elska jafn mikið að spila í Bóðarum og Steinþór. Það er bara svo mikið fakt. Það er ofur einfalt 80 mínútur á klukkunni og staðan á 3-0. Nökkvi geysirinn upp hægri kantinn. Finnur Geira flott hlaup, Geira flott reyfing, setur niður á vinstri samt pottunum hægri og þetta er bara svo auðvelt hjá Stálmósinni. Fótbolta-Stálmósinni, sorry Ágúst. Kjarnafæðis-Stálmósinni. Það er hættur svona Steinþór Freyr. Komum með 2. Það var óskandi að hann færi með þetta Kjarnafæðis-formsett inn í Íslamótið. Það sem flest allir Akureyringar brekkumegin er að bíða eftir. Svakalig hérna, það er svo handboltakerfið hjá Káa þegar Geiri allt í einu komin í djúpan. Við sjáum þetta mikið að háum núna þegar menn eru komin í ýmsar stöður á vellinum. Geiri aftur komin hérna bak við miðja að reyna að sækja boltann.
spila vel á þessu. Fín pressa hjá KF en KF gerir vel. Þorri með hann aðeins og línan. Sævar sendur hérna á Steina. Steini kaplum út Ívari. Og Steini sloppinn í gegn hérna. Æ, Binni er kominn til varnar hann. Steini 1-2. Setur hann yfir á vinstri. Þetta var máttlaust og ekki mikil trú í þessu. Jæja, gripur hann. Fínt hjá KF-vörðin að leyfa Jæja að vera með í þessu. Biggi dæmir hérna á Frábær sprettur hjá Adda hann á hliðarlínunni. Ég veist ekki maðurinn væri svona fljót. Nei. Ég veit það ekki heldur. Já. Smá pingpongina núna. Boltinn allt mikið út í loftið hjá gámennum. Þarna gerir Steinþór notar alla sína örfáa sentimetra af reynslu til að taka niður og það er semi-hættulegu leikur þarna með Steina. Við virðist að vera 1-1 oft þarna frammi og ef boltinn dettur í gegn þá er þetta svokallega 50-50 möguleiki hvort að Steini sé undan nánum eða varðamenn KA. Ívar fyrir að finna Svein, fín hugmynd en Sveinn er kominn hlaupið. Setur Ívar hérna bak við Angastýra sem Hrannar er. Einn á kanti, finnur Andra úti. Andri á Nökkva. Nökkvi á bróður sem Þóra sem missir hann og KF. Það er að halda í hann og lósandi pressunni hérna, þetta er vel gert hjá þeim. Árneli með bolta upp en hnitmiða var hann ei. KF konur með hann. Adam út á Hrannar sem skiptir hann með Ívar. Skipting á KF var til þess að svona aðeins róteringi í varnarleiknum hjá þeim. Steini virðist vera meira einn upp á topp og Ólífur mjög aftarlega en hægra megin. Dóri hérna pressaður á Nökkva og neyðist til að setja hann út af í innkast. Það er skammt stóru högg á milli KA á Þór 2 á föstudaginn. Klukkan 18 minnir mig. Þarf að beina á KA TV, regnaði með. Það er Nikkið hittir staðfestingar. Skilst að mótið sé að spila núna á einhverjum 9 dögum hjá KA. 3 leikir og svo ef við komast í úrslitaleikin þá skilst með hann spilaður í apríl. Á milli Lengjubikars og Íslandsmóts. Þorri með fyrirgjöf og Þorri beðinn skiptingu. Það er eitthvað farið þarna. Hann haltar út af. Hann og Nökkvi bróðans búinn að vera í meiðslu núna í vetrarmánuðunum. Þetta er alls ekki gott. Og ég veit ekki alveg gott að bekkurinn hjá KA sé búinn að taka eftir þessu, allavega eru þeir salir rólegir yfir þessu. Og meðan er KA bara slotnir, Sindri með reynir Gunnar skótröðum teik. Fer í varnarmúrinn og KA breikar hatt. Geiri svitsar hann yfir á Nökkva. Nökkvi finnur Andra og Andri róar þetta niður. Hendur tilbaka Adam.
Það finnur Nökkvi með skottröðum teg og það er rétt framhjá. Fínasta spil, þolinmæðisverk. Rámda þarna aftur, Nökkvi með skot hárfínt framhjá. Ætli er þetta Haukur Heiðar að gera sig kláran hana í róleitunum, mjög róleitunum. Já, mér sýnist það. Ekki. Ká kom aftur boltan. Oliver missir hann hérna beint til Binna, Binni finnur jæja tilbaka. Aðeins á löngu bolti hérna hjá Damma, en flott pressa hjá Káa, hann búinn hann aftur, hann ætlar Káa að gera skiptinguna. Haukur Heiðar sem kemur inn í miðurinn og Ívar Örn færir sig yfir í vinstri bakk. Nei, Haukur að koma bara djúpur á miðuna. Koma djúpur á miðuna, já takk. Og Adda kemur inn í miðurinn. Ég sé margt kannanlega þetta. Haukur frábær í að dreifa spilinu. Ekki jafn miklir varnarsprettir í djúpa miðjumannum eins og getur lent í sem miðvörður. Binni Hrannar. Flotta bolta sem margir, þetta virkar alltaf auðvelt. Sveifmarkið með skotkross. Það verða hotspyrna hérna. Binni alltaf einhverstaðar nálægt þessu, hann nær ekki alveg til hans. Þetta á Steinþór róar þetta. Hann gerir þetta vel. Hann er búinn að gleyma, hann er í miðverðinum, byrjaði að jogga hann upp. Fattaði það svo. Haukur er alltaf bara sjálfur. Snarlega stoppaður og Ljúba hann hefði getað sett Steinar gegn en boltinn aðeins stuttur. Káa getur vel. Nökkvi Hákon býtur nú við. Ekkert á þetta, fannst eins og Nökkvi hefur kannski farið fullt djart með sólan hann í maga, ribbein á Hákon Leó. Og Hrannar byrjar að stilla til friðar. Geða hengi betur en Hrannar. Sjáum þetta ekki vel hérna, það virðist vera sem Nökkvi sé reyn til boltans og fer full hlátt með fæturnar. Ekki alveg sem að rómantíkinni núna þegar bekkinni geti ekki rifist þetta. Þannig að reglum í kjarnaðismótinu þá skulu varamannu bekkinni verða sikkur hliðalínunni. Þannig að færist aðeins meira rói yfir leikinn, þannig. Við erum með þetta hérna í 30 mínútur, 3-0 fyrir Káa.
KF skila boltanum tilbaka. Gáa geta byggt upp sókn. Steinþór með utanfótar snuð hérna. Gjörsamlega misheppnuð. Arnelí var þar og Arnelí kemur honum fram völlinn og vinnur innkast fyrir það Blákaldur. Næsti leikur KF á laugardaginn. Það baráttan göngin. Við Dalvík Reyni. Boltinn upp í loft. Drop ball, Halldór Mar skilur honum hérna. Sjónmargir Nökkvi ætla að finna Andra þarna en Andri hélt að Hrannar væri að koma utan á hann. Hrannar. Hrannar. Það var svo hæglega hreint hlaup hjá Andra hann í gegn sem hann hefði að taka boltan með í. Gerði ekki skildan eftir fyrir svæðið. Svæðið hefur aldrei átt góðan kross. Nei, og hérna liggur enn einn. Það er skipting. Þetta er það sem fólk hafði áhyggjur af við æfingarleysi og byrja strax á að keppa á fullir ákefð. Það sé ekki bara hákonlega á þessu leikur? Jú, sá Sami og lenti í samstöðun á hann. Já. Og þá er það annar KF-strákur, Ágúst Ívar, sem kemur inn á. Sjóðandi heitur á bekknum. Hákon liggur ennþá bara eins og lax á þurru landi. Það er svona alltaf því. KF mun biðja Halldór Hermann sjúkraþjálfara. En Halldór Hermann er örugglega upptekinn við að taka einhverjar grindabátsæfingar. Fái betri heldur en Dóri. Fái betri, búinn að stilla upp grindunum þarna og allt. Dóri ekki mikið að þessi yfir þessu en hann ætlar samt að rölla af stað til Hákons. Við vonum að sé lagið með Hákon. KF tekur yngast til KF að vinna strax aftur. Adam finnur Haukur Adam. Finnur kemur boltanum, finnur Andra á milli. KF verður að loka þessum svæði betur eða ætla að ekki fá sér fleiri mörk fyrir hálfleik. Það er einfalt, Andri finnur hérna Nökkva sem er rangstæður. Ekki hjálpa KF þetta rót á liðinu. Sýnir svona hreyfingunum hjá Ágúst Ívari, hann sé ekki alveg vel smurður. Þess að hann hafi bara verið að fara úr galunum bara og... Já, ég fylgdist með honum þegar Míló kallaði á hann og hann satt bara með lappirnar upp í loft og ennþá í treyjunni bara og... Já. Einhver nýju uppbytunarferð? Ekki það hlýtt í bónum. En KF vellir boltan fram hérna, Ívar vinnur hann, kýr honum binna. Ég held ég sé ekki að höra með fleipur en Ágúst, Sindri og svo tveir aðrir strákar á KF-bekknum voru hérna á æfingu í morgun með þriðjaflokki KF klukkan 6:30 í morgun. Ég veit ekki hvort það sé besti undirbúningur fyrir að spila svo 60 til 90 mínútur hérna. Það verður að koma í ljós. Dóri finnur henni tilbaka og Aron reynir að setja henni í gegn þarna. Samstíð hjá Dóra og Steinþór laginn báða. Ólífur með hann, Ólífur finnur Aron Eli aftur. Þetta er það sem. Það eru lokatölur á Órugahöllinni, 23-23.
Frábært stig hjá K.A. Þór. Steinþór hérna komið með henni byrtra meginn, finnur Ívar. Ívar kemur með kross í fyrsta. En það Hákon Orri. Binni á Haukar. Binni aftur. Þetta plani hafi verið fyrir Haukar að spila 45 mínútur í dag. Reiknum með að hún við þá skipta aftur út af. Nefnum allt gangi bara svo smurt hjá honum eins og það er búið að gera hingað til. En Ívar komin hérna á ekki svo kunnulega slóðir. Sveinn Margeir, hann er með fót sem hann ákveður að nýta í að senda út á Hauk. Haukur og Nökkvi spila hérna saman. Nökkvi svo út á Andri á Ívar. Flott flæði í þessu. Já, ekki alveg að lesa hvort hann hana. Oliver með 4 í sér. KF gerir vel. Spila vel úr þessu en eru samt ennþá í vandræðum. Adam finnur Binna. Binni er bara, veit ekkert hvort hann sé vinstri eða bakvörður eða vinstri miðvörður eða hægri miðvörður. Hann er bara það sem hann þarf að vera. Hann er bara það sem boltinn er. Andri finnur hérna Geira. Fast náttúrulega Geir hérna á þessu en Dóri mættur hérna, vinnur hann. Flottur bolti í Andra. Ágúst finnur Hákon. Dóri skellir hann hérna út til hægra Oliver, svo Oliver alltaf mikið tíma. Hann gerir þetta vel, Dóri með gott hlaup á miðjunni. Binni að sjálfsögðu mættur. Vinstri miðvörðurinn mættur hérna, nei hægri miðvörðurinn mættur hérna vinstra megin. Komin aftur í hægri miðvörðstöðuna. Þarf að halda aðeins á boltanum núna, þeir þurfa fínt fyrir varnarmennina aðeins að ná að hvíla. Káminn er ekki pressað á, hann eina í stöðunni er að halda honum aðeins núna, sem þeir gera ekki. Þetta er ekki sanngjarnt einmitt hérna Binni á móti Steina og það þýðir bara að K.A. er slótt mér í gegn. Andri ber hann upp, Andri hægir á sér. Kemur með erfiðan bolta á Steinþór sem var löngu hættur í hlaupinu sínu. Það var illa farið með fínt tækifæri. K.A. fær að vera aðeins skynsamur í þessu. Já. Palli hérna á línunni. Kallar þetta vitlaust engast sem er hárrétt, finnst mér. Kolrangt. En hárrétt. Haukur sér að dreifa hérna. Binni Arna klikkaði sendingin á milli og nú bara reynir að finna Steini í gegn en Steini er fljótur en ekki frá því að Binni sé fljótari í helmingi færri skrifum. Hann er komið með hérna, hann gerir þetta lista vel. Reynir fyrirgjöfuna en hún endar á Nökkva sem, já, kemur vinstri fóta slæs. Og markspyrna fyrir KF. Dóri fyrir langa núna, ætli þetta fyrsta langa hjá þeim í? Ég held það. Já, búinn að gera vel að reyna að spila úr þessu, það er bara aðdáunarvert, já, mjög svo. Og þetta var lofandi hjá þeim en Adam las þetta vel og vann þetta, fín pressi hjá KF núna, Binni, jæja, aðeins að leika sér eldinum, þeim finnst það ekki leiðilegt. Sleppa lifandi úr þessum eldi. Hannar finnur Hauk. Gaman sér Hauk á vellinum. Hrannar finnur Ívar hérna hinum megin, bakvörð og bakvörð. Alltaf verið hrifinn af því.
Haukur dreifir. Haukur, Adam. Það er svo stutt og Sveinn ekki búinn að ná sér stöðu þarna og Steini er aleinn en þeir finna hann ekki. Oliver. Flott pressaði á kamunum. Káfinkast. Þannig finnur Ljúba hérna með háan fót en sleppir með það. Gerir þetta skemmtilega, finnur Oliver upp í horn. Oliver er með 2 inn í teig til að miða á en spila boltann tilbaka á Ljúba. Ætlaðu með eitthvað deilits á því hvað Ljúba býr hann hérna eða er hann bara komið mættur snemma? Ég held að sé mættur snemma. Já. Svona af því sem ég best veit. Hann er að fara í ár 3 hjá KF. Það kom hann bara fyrir. Er það? Nei, þetta er 3 eða 4. 3 eða 4? Já. Hann er búinn að halda mikill í trefið Míló og KF. Já, það er frábært. Kemur ár eftir ár, bara frábært fyrir þá. Það er alltaf jákvæmt þegar að útlendingar tjalda ekki til einna nætur og taka slaginn. 2-3-4 tímil. Já, flottur leikmaður líka. Mjög sterkur fyrir KF. Já, langur bolti hérna að Geira sem vinnur Ágúst í loftinu. Ágúst hávaxinn í sínum aldursflokki en þetta er ekki hann hérna. Vel spilað hann eitthvað að Geira en Hákon Orri hérna náðu okkur vera fyrir. Haukur finnur Adam. Adam á Steinþór með svæðið, hleypur í svæðið. Spilar hérna. Hún langar ægilega að fá hann aftur, hann fekk hann ekki. Haukur sem endaði með alltaf boltan og KF kom hann í horn. 42 mínútur á klukkunni. Það er Sveinn Margeir finnur Nökkva en Nökkvi gerir þetta ekki nógu vel. Skóflar þessu yfir. Það rignir inn hérna skilaboðum frá áhorfendum sem langar til að sokka upp í alla. Ljúba, hann býr Ólafsfirði, vinnur í fleskunum, en þá aðdáðan að verða það. Þökkum Danna og Þóra Þorstins fyrir þessar upplýsingar. Gríðarlega jákvæmt fyrir liðið eins og KF sem er ef ekki marga leikmenn í vetrartímann að séu þá útlendingar sem koma og eru tilbúin að vera allt árið. Þetta er sér stað. Það er frábært fyrir þá. Fýtt bolti hjá Dóra hérna. Andri leysir úr þessari flækju, finnur Nökkva með Geira einnig hlaup upp í hornið, finnur hann. Nökkvi heldur fram sjá sprettin á hann hana. Þetta hefur verið 36-8 kilometrar. En KF-menn ná að leysa þessu. Vel gert hjá Sindra hana. Skal geta að Sindri spilaði með KF1 í fyrra. Eitt leik. Hann og Hákon Orri sem er hérna í miðrunum hjá KF. Þeir tveir spiluðu með KF1 á móti KF2-3. KF2 líklega. Já. Þráttur ungan aldur þá er þetta ekki fyrstu skilin verið í Kjarnansmótinu. Frábært yngri lokastarf KF að skila sér. Dóri með langan bolta hérna og Binni hefur lítið fyrir þessu, tekur boltan niður og kemur hann í spil. Steinþór finnur Ívar hótar löngum, kemur ekki með hann. Haukur
Haukur finnur miðverðina. Gera það vel. Binni kemur upp völlinn. Frábært spil. ...45 klukkuna og Míló getur prísið sér sælun að vera bara 3-0 undir og hafa ekki meist fleiri en 2 í fjárleik. Og Birgir er oft kenndur við þann rauða, flauta til hálfleiks. Staðan 3-0 í hálfleik. Steinþór Freyr með 2 og kíkjum á mörkin. Hann kannski manni hver skoraði annað markið. Sjá þarna flotta fyrirgjöf frá hann eitthvað og Steinþór klárar þetta listilega vel. Mark með 2 hérna yfir á Geir, alveg rétt Geiri. Með nægan tíma í tegnum og bara plassar honum hérna í fjárhóðnið. Það þarf ekki að vera flókið. Og svo hérna Nökkvi aftur. Mikið búið að fara upp hérna herra megin, Nökkvi með boltan að Geira og Geiri finnur Steinþór. Setur hann núna í nærhóðnið. Fjárhóðnið nærhóðnið skiptir enga máli fyrir Steinþór Freyr. En við tökum okkur smá pásu. Ágúst allar með svipmyndir úr Órugahöllinni hérna í hálfleik. Hann ristir hausinn við því, hann það náðist ekki. En við dröfum okkur eftir hlés í allir.
Jæja, þá flautar Biggi seinni hálfleikinn á. Hrannar skiptur hérna yfir á Adam. Adam kemur með langan upp í hornið á Steinþór. Steinþór kemur með hann fyrir en það engin mættur í þetta svæði. Sveinn Margeir var aðleitt hann út í tegnum. Hefði mátt að renna honum út. Ívar skilur honum allaveg tilbaka á Jæjaló. Ká byrjar upp á nýtt. Duttum aðeins út af myndana. Hann mættir aftur. Skipting hjá KF. Það var Angatýr Máni sem var út af og Anton Ingi sem kom inn á sem mér. Já, leikmaður númer 14. Kemur bara beint inn á vinstri kanti fyrir Týra. Engin skipting hjá Káa sýnist mér. Ívar. Fína bolta þarna upp. Næra á pottunum. Í Sævar út af. Vinnur horn. Sveit tekur að stutt á Geira. Fær hann aftur. Stóni. Andri fær hann hérna fyrir utan. Hálf misjöfnu tilhörn finnst mér. Adam setur út á Hauk. Haukur. Snýr hann inn upp í hornið á Steinþór. Steinþór ætlar að koma honum hann í gegn á Andra. Fín hugmynd en Ljúba gerir vel. Eltir Andra niður og setur þetta út af. Þá skokkar Sveinn yfir og tekur upp spynnu hinum einn. Aftur svona lágur bolti frá Sveinn. Andri skilur hann tilbaka á Hrannar. Hrannar setur hann alla leið á Jæjaló. Káa stillir aftur upp. Haukur búinn að droppa niður. Steinþór fær hann hérna með smá plás. Reynir að lyfta honum á Hrannar en þetta ekki nógu langur bolti. Ágúst setur hann í loftið og Hann alltaf gengast, menn ekki alveg. já. KF sparkar hann sennilega tilbaka. Ljúpa gerir það. Rennur hann létt á binna. Slök sendingan í Adam en Geiri vinnur þetta aftur. Færir hann yfir á Binna. Binni ætlar að tróða hann upp í hornið en hann full röngt. Steinþór ætlar að sníður og láta hann fara. Fínasta hugmynd en gengur ekki upp. Sævar setur hann upp. Oliver og Sindra. Það tekið boltinn á honum. Haukur gerir það. Fær hann hérna og skilur honum Andra. Aftur fyrir eitthvað slakku bolti hjá Adam. Nökkvi finnur Sveinn. Hérna kemur Sveinn. Leggur hann út. Já. Geiri setur hann fasta niður og nær. Vel spilað þarna. Geiri með flottar hreyfingar í tegnum menninu sinni og finnur þessu svæði, klára vel. Þannig sjáum við Nökkvi ber hann aðeins upp. Finnur flott hlaup hjá Sveinn. Margeiri sem leggur hann út í teginn. Það sem Geiri kemur á ferðinni og setur hann niður í nær. Flott sókn, vel klárað. Allt eins og það að vera. Ég var mikið að spá í fyrirleik hvað var að gerast með Hára Hrannar. Mér fannst þess að það væri hann skölluldur í lýsingunni. En þetta víst drýpur hjá honum. Já, þetta ekki
Þetta er ekki Kraginn. Þetta er ekki Kraginn. Leit út fyrir það svona í lýsingunni hérna þegar maður fer. Ég held að Kraginn færi honum sérstaklega vel. Já, við göftum ekki þessu, þetta er einstaklega Mjög hugulegt. En hann er Haukur með brott á Sindra. Köllum þetta faglegt brott. Halldór setur hérna upp inni. Hver annar skallar hann. Anton reynir koma honum hann á Steina. KF missir boltan. Sveit gerir vel hann. Heldur aðeins á lofti en nær ekki að koma honum eitthvað. Boltinn út af Inga sem KF á. Ljúpa hann, tekið niður, ekkert brot. Sindri reynir að snúa Binna, Binni stígur á boltan og dettur. Anton fyrir fangi á Nökkva, Nökkvi fyrir niður, smá barningur hérna við hliðarlínuna en það var fínt að hafa bolta sem minnst þarna. Engin brot, áfram með leikinn bara. Hluta leiknum, hann Sveinn vinnur þetta vel. Finnur Geira í gegn. Geiri gerir vel, potar hann hjá Sævari og leggur hann í fjærhornið. Frábært mark hjá Geira. Virkilega vel gert. Þrenna hjá Geira. En sjá þetta aftur, Sveinn nýbúinn að vinna boltan og lúpa hann. Stingur hann gegn og Geira sem potar hann fram hjá Sævari sem kemur á ferðinni hann og leggur hann í fjær. Frábært, vel gert. Það reynir KF langar hérna. Ívar bara Berbatov touch hana. Binni missir ekki hætt eitthvað og ákveður að gefa KF hotspinnu. Það fallega touch og Ívar taldi lítið hana. Steini með hornið. Fastan bolta hérna á fjær. Ívar skallar þetta í burtu. Andri framlengir. Aron setur hérna upp í loftið. Anton fær hann. Steinþór í baráttunni. Steinþór kemur aðeins í burtu. Það er bara að ljúpa en Sveinn nær boltanum aftur að ljúpa. Finnur hérna Nökkva vinstra megin sem er á ferðinni. Hvað gerir Nökkvi? Fer inn á hægri á skot en það er í varnarmann. KF nær að losa pressun aðeins en það er ekki nema bara út á Ívar. KF heldur boltanum. Nökkvi, Haukur, Sveinn. ætlaði að fara í einhver tiki-taka-bolta þarna en það klikkar og þá er kappleif upp hægra megin. Steini á móti Binna. Steini gerir vel, reynir að komast utan á Binna. Binni er töluvert sterkari þarna og stígur Steina bara út, vinnur á hann boltan. Fínasta tilraun hann á Steina sem var aleinn og hafði enga hjálp, varð að fara á hann og Binni gerir vel. Aukaspinna hana, lengi að dæma þetta en það verið stíð á Ívar. Míló er skemmt á bekknum. Já, Slóbor hlæra þessu. Slóbor þjálfaði Ívar í mörg ár, veit alveg að þetta var dífa. Káa byrjar bara að spila. Í boltan, eitthvað kemur djúpt niður, leggur hann tilbaka í Jáló. Binni fær nút á Hrannar. Þetta átti að vera Hauk en
sennilega engin samskipti með sendingunni. Haukur vissi ekkert að þetta átti að vera hann. Ég held að þetta fara lengra. Smá klaufaskapur þarna. En Káa heppnir að Káa frefsaði ekki meira en það en þeir sett hann bara út í innkast. Jæja, Ló. Búin að sjást töluvert meira núna í seinni hálfleiknum heldur en í þeim fyrri. Adam ber hann upp. Hægir aðeins á þessu. Haukur reynir að skipta honum hérna yfir og Hrannar. Það er út af. Ágúst og Halldór ekki með góða sendingu tilbaka á Hákon en Geir rangstæður hérna. Skýtur í rassin á Dóra markmanni. Andri alls ekki sammála þessar rángstöðu. Hákon reynir að koma með langan bolta hérna upp í horn á Anton. Gengur lítið. Innkast hjá Káa. Haukur. Hrannar setur hérna upp. Geiri skilur hann eftir fyrir Andra. Andri gerir vel. Kemur hann hérna upp í vinstra hornið á Nökkva sem er komið með hann. Hefur smá plás. Finnur Geira. Geiri ætlar að reyna að koma hann aftur út. Það klikkar. Nökkva eins og duglegur í pressunni. Er í baráttunni hann við Oliver. Boltinu út. Og það er gulubolti. Káa á þennan. Nökkvi snöggur að taka. Finnur Andra. Haukur. Steinþór. Finnur Svein. Geiri þarna hugsanlega brot hjá honum. Hrannar heldur áfram í pressunni. Stein í baráttinu hann við Benna. Binni, Sveit, skilur hann eftir Andra. Andri, Finnur Steinþór. Nei, Hrannar. Hrannar kemur með hann fyrir en hittir ekki á Nökkva. Koma KF, ljúpa á Oliver. Ljúpa aftur. Sævar. KF með ágætispressu. Tvinga KF tilbaka. Ágúst. Finnur Steina. Fínt. Steini með plás. Steini. Reynir að lyfta honum hann í gegn en aðeins stuttur. Finnur Anton sem klikkar á sendingunni í gegn. Halldór hefði getað verið með fínt hlaup þarna en sendingin klikkar. Andri. Finnur Steinþór hægra megin. Steinþór spilar 1-2 Nökkva. Æðir inn á tegin. Finnur Nökkva aftur út til hægra megin. Spilar út. Sveit með hörku skot í fjærhornið. Inn fer hann hins vegar ekki. Fór hann í stöngina og sýndist mér aftur í lappirnar á Dóra og út. Flott skot hjá Svenna en inn fór hann ekki. Ágæti sókn hérna hjá Káa. Það heldur áfram öll hættan kemur upp hægra megin hjá Kámanum. Geiri. Nökkvi. Andri. Finnur Hauk úti. Steinþór. Haukur aðeins með í spilinu hérna núna. Steinþór missar hann aðeins frá sér hann undir pressu. Nær hann missar aftur. Andri. Káa góður í að halda boltanum hérna í kringum tegin. Og inn á vallarhelmingi KF.
Kemur erfið bolti hérna frá Hauken. Hérna fá að sjá sénsinn aftur hjá Svein Margeiri. Hérna leggur nökkun út. Frábært skot sem fer hann í stöngina og lappirnar á Dóra markmanni. Þaðan út í tegin og KF hreinsar. Sveinn óheppinn að skora ekki þarna. Flott sókn. Hörkuskot. Dóri með hann upp. En út af. Adam, Steini duglegur hérna, setur pressu á Ívar, vinnur boltan. Oliver, Sindri gerir ágætlega, finnur Ljúba undir pressu og það er brott hjá honum. Káa hérna, klikka. Getur Káa sótt hratt. Ásgeir Rangstæður hérna, sýnist þetta vera hárrétt. Káa byrja að spila Hákon. Það var Ágúst. Ágúst nú ekki vanur að spila vinstri bakkurinn. Miðjumaður að upplægi. Sveinn aftur í baráttunni Ljúba og hefur betur. Ívar spilar Adam. Adam lyftur hann upp í hotn. Smá svæði fyrir Steinþór en Sævar hann búinn að vera í yfirvinnu við það að sópa upp eftir pínu klaufalega staðsendingar hjá félögum sínum. Sævar búinn að vera duglegur, mjög duglegur í leiknum í dag. Það var Atli, sýnist mér að koma inn á Atli Snær Stefánsson, bróðir Andra. Ívar fær út af, þannig að það er spurning hver fyrir hvaða stöðu. Atli Hrannar fari yfir í vinstri bakvörðin og Atli í þann hægri. Hann er fínasta hotspinna, aðeins og hár fyrir Benna sem næri ekki að stýra honum á neti. Dóri með langa bolta fram en Steini næri ekki touchinu á hann að fyrir út af. Það sýnist Atli bara að koma í vinstri bakverðin. Já, Atli fyrir bara beint í vinstri bak. Íkastan Hrannari með yfir hreyfingu. Spilar í Töru Haug. Haug fyrir að koma bara tilbaka á Jajalo. Smá pressa hann á Jajalo. Lyftur hann upp. Geiri skallar hann áfram. Sveinn gerir vel, stingur sér undan Aroni. Nær að vinna boltan, kemur hann á Steinþór. Steinþór í hlaupinu. Rennir hann fyrir en Geiri nær ekki skot hjá markið þarna. Sá ekki hvort hann hefði hreinlega bara skot í Geiri eða hvort hann hefði ekki hitt á hann. Þá snýr KF þessu við. Sækja þeir aðeins. Ljúba með boltan. Reynir að finna hann svæði á bakvið en Hrannar lesa þetta á KF heldur boltanum. Adam fær hann yfir Atla. Sveinn, það myndast alltaf pláss núna. Menn að verða þreyttir. Hún er að æfa lítið. Hann er flottur bolti á Andra. Hrannar með hann en þessi endar í þversláni. Spurning hvort þetta hefur verið viljandi skot hjá Hrannari. Kæmi engum óvart. Markagráður. Það sjá þetta aftur flottur bolti hjá Andra. Hrannar skýtur þarna markið en hann endar í sláni. Andri brot hjá Andra. Halldór fyrir full harkalega í bakki hjá honum en allt í góðu samt. Andri tekur þetta stutt. Steinþór keyrir inn. Reynir að finna nökkva hann inn í teignum en þetta er hreins út af Hákoni sýnist mér. Andri með hann hérna
Finnur Nökkva. Nökkvi ætlar að spila þarna 1-2, kemst ekki í gegn. Kvarta aðeins, þann blokkeringu en Hákon gat ekki láta sig hverfa. Sveinn með smá pláss hérna, kemur inn á völlin. Þarna vill maður bara sjá drenginn fara í skotið. Gerir það þarna, Hákon hendi sig fyrir. Ágúst reynir að finna Halldór á miðjunni, gengur ekki. Káa afturkonu með hann. Atli Steinþór reynir að finna Atla aftur hann í hlaupið, gengur ekki. Lúpa liftur honum en aðeins og hár fyrir Halldór. KF hefði mögulega geta vunnið með þetta svæði sem var búið að opna þarna. Andri Nökkvi vel spilað þarna 1-2 en ekki allir á sömu bylgjunni þarna en ágætis tilraun. Sævar skiptur honum hérna yfir, Ágúst kemur upp. Finnur Halldór. Halldór og Anton ekki að tengja þarna. Óöfnir. Sveinn komið með hann. Steinþór. Á Nökkva. Atli komið nú ofalega. Atli getur farið að Aron. Finnur Nökkva hérna út í teig. Nökkvi reynir að fara í skot en Sævar fyrir. Sævar og Hákon búin að vera í yfirvinnu í dag. Búin að vinna helvíti vel fyrir þessu. Þarna brot. En annað broti sem dæmt á Halldór. Sveinn með aukspyrnuna. Fínn bolti. Binni í baráttunni. Dettur fyrir Steinþór sem var skot í varnarmann. Sindri næri ekki að hreinsa og Halldór með mjög skrýtna hreinsun. Andri tekur hana niður. Finnur Sveinn. Sveinn á Andra. Geiri. Reynir að finna Steinþór hann á festunginni. Gengur ekki. Kemur Haukur með hann upp. Snýr við. Getur Atla að hafa hann. Adam. Vel gert hjá Atla, finnur hann eitthvað í svæðinu. Sveinn. Heldur honum vel. Kemur hann út á Geira. Geiri reynir bara skotið. Sævari fyrir. Ekki nýtt þar. Andri. Nökkvi. Vel spilað þarna og Nökkvi rennir honum í hægra hornið. Frábært spil hjá KF þarna. Gjörsamlega splúndruð vörnin hjá KF og þetta virkaði rosalega auðvelt fyrir Nökkva þarna að komast í gegn. Sjá þetta aftur. Andri og Nökkvi í fyrsta og Steinþór skilur hann aftur á Nökkva í hlaupinu og hann bara 1 touch í gegn og slúttar þessu. Frábær sókn, vel gert. Skipting á KF. Já, það skipting sýnist mér. Það skipting hjá KF en það vissulega KA skipting. Sindri kemur út af og inn á kemur Valdi. Valdimar Logi Sævarsson. Sonur Sævars Péturs. Framkvæmdastjóri KA. Þetta hans fyrsti meistaraflokksleikur eða ekki? Hann kom inn á móti Þór 2 líka.
Já, hann kom inn á móti Þór 2 með þeim líka, ok. En Valdi er gífurlega efnilegu leikmaður, tæknilega mjög góður. Helmdi sér niður hann eins og hann spilaði leikinn í mörg ár. Klókur eins og pabbi sinn. Þín orð. Halldór, aukaspinna, lyftur hérna í áttina teignum. Adam gerir vel, sterkur hérna, skallar þetta í burtu. Geiri finnir Steinþór, Hauk. Steinþór kemur hérna upp í strömmun. Finnur Nökkva, hann og Sveinn. Andri ætlaði að vera mjög sníður hérna og setja sér út í teig með hælum og Nökkva sem var að koma á ferðinni. Gengur ekki upp. Nei, og Einhver að garga hérna aftan í læri hjá KF. Sástu hver það var? það var allavega Steini sem kallaði það. Steini sem kallaði, já. Ég veit ekki hvort hann hafa kallað verið sig eða einhvern annan. Sýnist að vera lúpa. Skokkar hérna út af hliðarlínunni. Ekki búið að biðja skiptinguna, en ég veit ekki hvað ætla að gera hérna. Nei, þetta er gult spjald, samkvæmt reglum, en já. Þeir ætluðu bara að skipta sjálfur á þess að ráðfæra sig við dómarana. Já. Gabriel Lukas full æstur að koma hann inn í sínum fyrsta meistaraflokksleik. Annar mjög efnilegu KF-strákur. Úr akademíun okkar. Já. Mín og þín. Heldur betur Unir. Voru báðir í bæði Valdi og hérna Gabriel voru í Íslandsmeistaraliði fjóraflokks síðasta sumar. Hanna gerir vel, skallar hann bara tilbaka á Jæjal og Skora á Kristján Jæjal og skokka upp í KF-liði eftir leik. það var ekki vitlaust. Fá eitthvað út úr þessu. 73 mínútur detta á klukkuna og staðan er 6-0. Sveinn hérna með langan bolt upp í hot, spurning hvort hann ná þessu. Já, ekkert mál. Kemur með hann í fyrsta en það er ekki mikill kraftur í þessu. Fyrir beint á Ágúst. Anton fær hann, Andri er mættur í pressun og vinnur hann. Geiri finnur Steinþór. Steinþór aðeins fyrir aftan Nökkva þarna sem fær hann bara í sig. Káa strax komið með boltaðan aftur. Steinþór getur farið að átta marki. Reynir að tróða hann í gegn og Geira, gengur ekki upp. Allir með hann, leggur hann út á bróðu sinn. Geiri fínt bolti hann í gegn en Boltinn er út af fyrstskipti núna. já, Það er ótrúlega með hann að hann getur verið örþreyttur en hann er alltaf orku til að elta bolta upp í horn. Sér boltanum fram að sér þá fær hann auka power. þá kemur skiptingin, Lúpa kemur út af og Gabriel kemur inn á. Já, eins og þú sagðir, í sínum fyrsta meistaraflokksleik. Dóri með hann, Sveinn vinnur fyrsta bolta. Hákon setur hann upp í loft. KF sparkar hann tilbaka. Halldór lyftur hann tilbaka á Jæjal og
Fínt spil þarna. Káa að halda eins í boltan. Ber hann rólega upp. Haukur með flottan bolta út á hægri kantinn. Það er Hrannar. Reynir að finna Nökkva þarna en boltinn berst allavega yfir á Atla sem fyrir dauðafæri en setur hann yfir. Þarna hefði maður viljað sjá Atla nýta færið. En að sjá þetta aftur, Hrannar kemur inn á völlinn, reynir að finna Nökkva en hann fer af varnarmanni. Dettur í gegn fyrir Atla sem í dauðafæri og á að gera betur þarna. Nei, hefði staðan átt að vera 7-0. Káa strax aftur konum með hann. Brotið á andra. Halldór ekki sáttur. Það búið svo mikið sóknarskiptingum hjá KF að Steini að koma bara djúpar á miðjuna. Það passaði allir. Já. Eða mér sýnist sko, gæti verið að Halldór. Sýnist hann að Dóri vera þarna 2 á miðjunni. Já. Og þegar þeir sækja þá fær Steini að fara fram og Halldór situr eftir. Steini er búinn að spila kant, striker og miðjumann í þessum leik. Spurning hvað hann endar. Atli rangstæður þarna. Klaufalegt, menn ekki sáttir við þetta. Steini Þór heyrir sér hana. Skammaði línuverðin fyrir að vera ekki línu. Það er eina sem hann á að gera. Hérna kemur boltinn í gegn á Steinþór. Steinþór í færi, settur hann við vinstri en Dóri ver. Vel gert hjá Gabba þarna. Halldór lyftir honum í gegn Óliver. Óliver reynir að fara fram hjá Jæjaló, gengur ekki. Jæjaló dútlar aðeins með boltan og lyftir honum síðan bara upp út af. Flott sending hérna hjá Halldóri. Óliver hefði þurft að gera aðeins betur hérna. Pínu hikandi og svona vissi ekki alveg hvað hann ætlaði að gera mútið Jæjaló. Gabbi gerir vel. Adam stígur valda út. Andri fyrir Nökkva. Vel spilað þarna. Vel spilað þarna. Sveinn finnur Nökkva og Nökkva við sko til hliðan til. Spurning hvort að Sveinn hefði nú ekki bara mátt klára þetta sjálfur. Full flókið en úr var döðafæri hérna að sjá þetta. Sveinn í ágætu færi. Leggur hann út á Nökkva sem hefði nú alveg mátt hitt á markið. En fínasta skyndisókn hjá Káa. Þeir eru búin að vera mjög hættulegir þegar þeir fá að sækja svona hratt og það er pláss á bak við Káa-förðina. Það var fínasta pressa hérna hjá Steinþóri. Dam eltir hérna boltan niður. Gabriel hungraður og fer í pressuna en Jæjaló reddar þessu. Gott touch hjá Sveinn. Nei og þarna fór enn eitt lærið. Halldór sennilega tóknaði lærið þarna við að reyna að ná þessum bolta. Heldur þarna aftan í lærið. Geiri fær boltan og neglir honum í rassinn á, eða lærið á Nökkva. Sem liggur eftir, spurning hvort að hann hefði fengið takk í lærið við skotið. Þreyttir vöðvar að fá högg á lærið, það er ekki kjörstaða. Nei. Spurning hvort að Nökkvi ekki vera skynsamur. Já, þeir gera skiptinguna. Kalla Nökkva strax. Það er bæði skipting hjá Káa og KF. Ungur KF strákur að koma, heimastrákur að koma inn á.
Það Nökkvi sem fyrir úttæði á Káa og það Elvar Máni Guðmundsson sem kemur inn á sem skoraði einmitt sigurmarki fyrir KF í síðasta leik á móti Þór 2. Virkilega ungur og efnilegur strákur, jafn gamall og Valdi og Gabbi sem inn á hjá KF. Halldór Mark fór út af hjá KF og inn kom Jón Frímann. Hrannar fær þarna aukaspyrnu. Andrea gæla við að taka stutt þarna á Geira en hætta við. Andri lyftur honum upp. Boltinn endur á Steinþóri. Ætlar að leggja hann út á Hauk, gengur ekki. Anton komið með hann en slöpp sending sem Atli kemst inn í. Atli setur hann bara upp í horn. Ágúst stelti það. Valdi leggur hann tilbaka á Sævar. Sævar reynir að skipta honum yfir en Steinþór bara á undan í pressunni, gerir vel. Ólíður vinnur hins vegar baráttuna þarna við Atla og Valdi kemur honum upp á Gabriel. Gabriel ætlar að reyna að spila þarna 1-2 við Valda, gengur ekki upp. Andri missið þennan út af. Kastið upp. Adam heldur hann aðeins. Fær réttilega dæmd á sig aukaspyrnu. Aron sem tekur þetta. Spurning hvort að KF nái að klóra hans í bakkan hérna. Kemur boltinn, það beint á fyrsta mann. Adam skallar í burtu. Steinþór snýr. Reynir að finna Elvar þarna. Elvar nær touchinu en það enginn með honum. Elvar í pressunni og Gabriel með hann. Haukur leggur hann bara tilbaka á Adam. Káa fær hann hérna milli. Binni reynir að finna Andra sem fór hérna í hlaupið. Ólífur snýr Geir af sér. Ágúst. Steini. Steini kemur með fínan bolta þarna. Fínasta hugmynd. Reynir að finna Valda í gegn. Gengur ekki upp. Steinþór finnur Geira. Geira á Andra. Sveit komið með hann. Káa halda honum aðeins hérna. Hrannar. Geiri dansar hann með hann, brotið á honum. Steini óöppin að brjóta hann og Geira. Það var skipting. Geiri og Steinþór, þeir fara út af. Flottur leikur hjá þeim báðum. Inn á koma þeir Björgvin Máni Bjarnason og Þorvaldur Daði Jónsson.
en aðrir tveir ungir og gríðarlega efnilegi KM-menn. Gaman að sjá hvað mikið af ungum KM-strákum að spila þennan leik í dag. En hérna Sveinn með beint í vegginn. Atli lyftir hérna reyna að finna Þorra en gengur ekki alveg upp. Þorvaldur rangstæður í þokkabót. Björgvin Máni kom inn á vinstri kantinn fyrir Steinn Þór og Þorvaldur kemur fram. Þarna vel spilað. Atli ætlaði að reyna að koma honum hérna í gegn á Þorra. Gekk ekki. Sævar finnur Valda. Valdi á móti Hauk. Valdi gerir þetta ágætlega og fær innkastið. Adam finnur Svenna hana. Tveir hann í honum. Sveinn brýtur á KF. Honum Jón Frímann. Jóni Frímann í. Undir Adam. Adam veit ekki alveg hvað hann var að gera. Missir hann allan út af. Áhugavert. KF taka sinn tími að taka þetta innkast. Hérna kemur það. Adam skallar hann í burtu. Oliver Ágúst reynir að finna einhvern. Gengur ekki. Oliver í skotið en það er þægilegt og beint á Jæjaló. Þeir fara bara í stuttaspilið. Ekkert að stressa sig. Andri Elvar Haukur færir hann yfir. Adam reynir að lyfta honum hann í gegn á Elvar. Aðeins og stuttur bolti. Hákon færir hann yfir á Sævar. Sævar ætlar að lyfta honum hann í gegn á Aron sem kom í hlaupinu. Gengur ekki. Jæjaló með einhverjar krúsidúlu þarna og það hefnast sem betur fer. Dóri letur hann upp. Andri vinnur hann. Andri hægir aðeins á þessu. Hauk var hann í fínu hlaupi. Adam Atli Þorvaldur Hrannar Haukur Hrannar skilur hann bara niður á Binna. Svo fær hann á Adam aftur á Hauk. Haukur í smá basli þarna. Mögulegt brot á hann en ekkert dæmt. Anton finnur Steina hérna. Steini heldur honum inn á. Steini finnur Valda í hlaupinu. Elvar eldir í rauninni liðsfélaga sinn. Steini fer hérna fram hjá Elvari. Elvar reynir að elta hann.
Steini leggur hann tilbaka á Ágúst. Kemur Ágúst með krossinn, fínn bolti. Jæja, Ella kýlir út rétt áður en það sýndist með Gabriel var frá skallan. Þá snýst þetta við, þá eru Káa að sækja. Þorvaldur getur farið 1 á 1. Þorvaldur fer hérna í 8. En gerir á endanum ekkert um boltan og tapar honum. Steini ætlar að lyfta honum hérna í gegn á Anton. Hrannar missir eitthvað aðeins en það reddast. Þá er þetta búið. 90 mínútur komnar á klukkuna og Biggi býður ekki eftir neinu. Loka niðurstaðan 6-0 í fínasta leik. Fullt af færum og nóg af mörkum. Kíkjum á mörkin. Ekki segja nei við Ágúst. Nú sjáum við fyrsta markið kemur krossin yfir og Steinþór leggur hann vel hérna í fjær. Frábært skot. Svo sjáum við mark nummer 2. Boltinn kemur hérna upp á Geira. Geiri gerir vel, keirir inn, snýr síðan fær nægan tíma og slúttar þessi í fjærhornið. Svo fær Geiri hann aftur en potar hann í gegn á Steinþór. Gerir 3-0 og sitt annað mark. Hérna sjáum við síðan Nökkva sitt hann í gegn á Svenna, sem leggur hann út á Geir og hann skorar 4. mark Káa og annar markið sitt. Svo vinnur Sveinn boltan hérna, setur hann í gegn á Geira sem gerir þetta frábærlega, potar hann fram hjá Sævari. Leggur hann í fjær. Og svo seinasta markið. Sjáum við hérna fínt spil, Andri á Nökkva, Nökkvi á Steinþór sem leggur hann aftur í hlaupið hjá Nökkva sem stingur sér í gegn og klárar meistaralega. Virkilega vel gert. Eins og segi, fullt af færum og flottum mörkum, bara hörkufíll leikur. Hérna sjáum við aðeins tölfræðina. Káa með 18 skot á móti 2, 8 á markið á móti 2 hjá KF. Og svo prósentan með bolta er 73 á móti 27. Þannig að sem kemur svo sem lítið ávart með að við hvernig áhorðist. Já, herri, þá bara fyrir hönd KA TV, þá þakka ég kærlega fyrir okkur.